Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Eyjólfur Eyvindarsson, vertu velkomin. Sælblessuð. Svona til þess að ræða áfram Rómönsku Ameríku. Við byrjum hérna þess í síðustu viku á öryggisfangelsinu. Öryggisfangelsinu hans Trump. Já, eða svona, já, kannski verður það. Það hérna Secot í El Salvador. Og það hefur ýmislegt gerst síðan bara á einni viku og við ætlum svona aðeins að fara yfir, eða þú ætlar að fara svona yfir og segja okkur frá. Hérna, það voru kosningar í Ekvador. Já, það gerist nú ekki í liðinni viku, en hérna, það sem búið gerist í El Salvador sem við tölum saman seinast El Faro, þessi fjölmiðill sem kom fram með viðtöl við glæpagengja meðlimi sem eru annarkvort á flótta eða eitthvað staðar vitnavendi eitthvað sluðis, að þeir sögðu frá þessu sem ég nefndi í síðasta þætti með að þeir hefðu hjálpað Bukele að vera kosin, að þrýsta á fólk hótaði í þessum hverfum sem er líklega til að kjósa eitthvað annað og það síðasta sem frétt í því að stjórn Bukele sem alltaf, ég veit ekki hvort að kallast stjórn, en það allavega að þeir eru með neyðarlög, þannig að stjórnarskráin ekki í gangi, að þeir eru búin að hóta einhverju málsókn eða eitthvað gagnvart þessum fjölmiðli, El Faro, þannig að fólk getur farið þar inn og kíkt á það. Það sem gerist í Ekvador er lengri saga, þar fyrir 1,5 ári eða meira þá voru forsetakosningar og það er Luisa González sem vinstri kandidatinn og nú Boa sem bauð sér fram líka og þá var einn Villavicencio sem var frambjóðandi sem var tekinn af lífi og það var bara öryggisgæslan hans var það léleg, það var ef maður skoða þetta bæði inn á Grayzone og ég hef líka verið að skoða La Base sem spænsku þáttur Ina Afina Genova og Macondo sem hlaðvarp sem hún og fleiri greinendur eru með líka og þá átt að kjósa aftur núna og það reyndar eru líka neyðarlög í því landi en það er miklu lengri saga, það er búið að Lenín Moreno sem tók við af Rafael Correa sem var vinstri forseti og Moreno var varforsetinn hvort manst eftir hann í hjólastól allt í einn daginn og þá vaknaði hann bara upp og sagði heyrðu, já, við viljum bara einhverja nýfrúsíkju bara leggja niður öll ráðuneyti, verður bara eitt ráðuneyti innanríkisráðuneytið og við ætlum að skera niður til löggæslu og við ætlum að hleypa lögreglunni í London inn í sendiráð Ekvador til að handtaka Julian Assange. Akkurat. Og þannig að það var svona almennt séð sem bara svik við það sem hann var kosin til að gera. Þannig að Luisa González og frumbyggjar frambóð sem gera bandalag núna og nú Boa verður forseti þannig að haustið í 2023 og það sem venjan samkvæmt lögum að sitjandi forseti getur ekki verið í embættinu, hann þarf að segja sig frá embætti og það gera hann ekki með þessar kosningar, hann hélt áfram sem forseti og lét þar auki ríkið styrkja fólk, gefa svona bónus bara svona eins og bónuskort eða eitthvað svoleiðis, þannig að fólk í svona fátækari hverfum sem var líklega til að kjósa til vinstri gæti fara að keypta sér eitthvað þvottavél eða eitthvað svoleiðis og margir ráðherrar í stjórninni voru beinlínis að auglýsa framboðið hans. Síðan var jafntefli í forsetakosningunum og skoðanakannanir sýndu að González myndi vinna með litlum mun. Síðan það er eitthvað svona uppákomur í aðdragandanum og svo kjördag þá
kjósendur vanið því að taka myndir af kjörseðlinum og deila sem segja að ég kaus þetta. Þá það bannað og það lýst yfir neyðarlögum í einhverjum 4 eða 5 fylkjum þar sem að Nóbóa var ekki að fá mikla kosningu samkvæmt skoðanakönnunum sem því náttúrulega neyðarlög þá veist ekki hvað gerist sko. Og svo allt í einu sama kvöld þessast kosningadagina þá vinnur Nóbóa með 10% mun. Þannig að þetta er náttúrulega búið að kæra þetta og það er allt í ferli en hann sem sagt samkvæmt þessu verður forseti aftur. Hann var hætt aldrei forseti, hann bauð sér aldrei fram, hann bara heldur áfram og vinnur með 10% mun. Þetta er svona kunnulegt stef, er svona einræðisherra. Það er það. Það er, það kom frétt í morgun um Argentínu aðeins, það var hann einhver fundur á einhverjum nasista gögnum, einhverjum kössum fullum af nasista dóti í rauninni bara í Argentínu sem eru nú kannski enga fréttir í sjálfu sér, það eru þetta fórumargir þarna. Já, þetta er frá 41, skilt mér. Já. En þú sagði nú svona við mig að þetta væri nú kannski til þess að svona dreifa athyglinni frá því sem væri raunverulega að gerast í Argentínu. Hvað er að gerast í Argentínu? Já, það er Javier Milei sem að hefur nú verið fjallað við rauðaborðið. Hann segist vera hagfræðingur og er mjög sérstakur þegar hann lofar ýmsu sko. Hann lofar að þú veist eins og Trump gerði líka að draga úr bákninu einfalda kerfið eða eitthvað svona. En hann er svona sé sko fastur 1953 eða eitthvað slúið, hann er að samvinna, kollektífu, bara samvinna eða samstarf að það er af hinu illa, það er hættulegt. Og svo skera þeir niður, bæði segja upp ríkisstarfsmönnum og skera niður og líka við sko eldri borgarana sem eru rauninni bara, eru margir hver fátækramörk. Og það fer allt í bál og brandana núna, náttúrulega búið að vera mótmæli og rosaleg repressjón, viðbrögð og vera lögreglu sem hún er ekki þekkt fyrir að vera neitt sérstaklega þægileg. Vínaleg. Það er eitt í þessu líka, þegar við sjáum myndinni eins og frá Vestur-Evrópu með, þú veist, meira sem nú var í Bretlandum daginn, þá bara svona ámar ganga með Palestínuklúti, við sjáum alltaf, það er eins og þetta sé viðtekið að fólki sé mætt svona, en þá sameinust allir, ekki bara eldri borgarnir, heldur komi bara allar stéttarfélögin og bullurnar, fótboltabullunar, sem eru, bara þeir leggja ekki hendur á gamla fólkið, þeir eru ekki að fara að ráðast á gamla fólkið okkar. Og það síðasta sem var, það er að Trump hafi, svo náttúrulega frægt að Milei, hann gefur honum, hvað heitir hann fyrirbærið, Musk, gefur honum vélsög, það var svona að skera niður og vera, hvað sagði hann, anarkokapitalisti, eitthvað svona búa til einhver hugtök, þetta er náttúrulega bara nýfrjálshyggja og þetta er bara það sem hefur gerst. Er einmitt bara nýfrjálshyggja, það er alveg. Bara í stjórnleysinu engavæðir allt. Af því að saga Argentínu er mjög sorglega því leiti að þetta land er mjög ríkt, þetta er mikið af auðlindum gasi og olíu og mikið undirlendi að allar skuldir, ríkið hefur tekið á þessu skuldir einkafyrirtækja. Þess vegna er ríkið svona svakalega skuldsett og þeir voru að samþykkja núna nýjan pakka frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þannig að ríkið hefur alltaf tekið á þessu skuldir, banka og einkaaðila. Þess vegna er landið, þú veist. Og þannig eignast einkaaðilarnir landið í rauninni. Já, í rauninni. Eða Bandaríkin, það er annað hvort. Já, og það er greinilega hagsmunið þarna því að Trump tala við og það er sem sagt, það var komin ákveðin stefna hann áður í átt til BRICS og samvinna við Kína og gera upp í kínversku yuan, ekki dollurum og Milei búin að snúa því við. Og Trump er að tala að styrkja hann búa til herstöð og í rauninni þannig að það er sko El Salvador, Ecuador og alltaf eitthvað leiti Kólumbía þó svo Gustavo Petro sé en hann alltaf er þeir eru að vinna gegn honum líka í Kólumbíu og svo Argentína þannig að þeir eru að tryggja sér fótfestu væntanlega.
Já, hérna. Það mikið í gangi í Venezuela, líka. Ég sá að þeir voru funduðu hérna, hvað heitir hann aftur? Hann hérna... Maduro, forsetinn. Já, einmitt. Forsetinn Maduro og hann hérna, er ekki Fílabeinsströndri heldur, Burkina Faso. Hérna, Já. Traoré. Já. Burkina Faso. Einmitt, já. Þeir hittust í Moskvu. Ég veit ekki, það ekki fjallað mikið, það aldrei fjallað mikið það á Íslandi, sigur dagurinn þegar að seinni heimsstyrjöld lýkur að Berlín endanlega fellur 9. maí og þetta sko Sovétríkin Þetta er svolítið ótrúlegt svona sögulegt samstarf þarna ef að það næst. Ég meina þeir eru farnir að horfa til þessarar svona suðausturs hérna í samstarf einmitt í BRICS og annað. Þetta sé svona það er að verða til eitthvað svona annars konar stórveldi hérna bara með Kína og Rússlandi og Ég getur ímyndað bara Burkina Faso og núna búin að eignast gullnámynda sínar. Frakkland, þeir voru með hermenn hérna bara þar til fyrir hálf ári síðan eða eitthvað og það var sko það hérna hreyfing bæði í Burkina Faso og það nokkur löndi viðbútar kallað Satzel-löndin sem voru í þessu ekosúra hvaða hét sem var í vestuveldin að teima þessi lönd inn í þennan pakka og búa til eitthvað svona flott eitthvað viðskipta samkommulag þeir sögðu sig úr því. Núna á Burkina Faso gullið sem landið mjög ríkt af og á fleiri auðlindir og þeir eru búin að losa sig við frakkana og þeir eru búin að skrúa fyrir úraníum sölu, auðga úran sem að frakkarnir fengu tiltölu ódýr. 1/3 af öllu úrani sem að frakkar hafa notað eru frá Burkina Faso. Þannig að þetta er meira þetta högg. Þeir þetta er kannski bara það sem að gömlu nýlenduherrarnir þurfa að venjast núna. Þeir eru búin að vera að arræna þessu lönd í aldir og þó þessi farin að þá eru elituna sem voru þær voru settar yfir, núna er Burkina Faso greinlega ekki á þeirri leið. Nei, hvað Traoré, heitir hann ekki það? Jú, Ibrahim Traoré og það var hann komst að því að þeir komast að því það var einn háttsettur vinur hans, æskuvinur hans sem var hérna í þessari vegferð með þeim sem var að vinna fyrir Vesturlönd og átti að reyna að ráða hann á dögum og það tókst ekki og í staðinn fyrir að bara dæman eða fangelsan sagði bara ok, nú færðu annað tækifæri, nú getur við gert landinu í gagn og bara segir okkur frá og við snúum þessu við þannig að þeir upprættu alla njósna netið sem var hann þannig að þeir losuðu þessu við, það er fyrsta skrifin náttúrulega og þannig að það er áhugavert að sjá hvað gerist Rússland og Kína koma hann inn eins og í Afríku þeir ímyndaði bara eins og miðbaugskínja eða eitthvað sem löndum þar sem er ótrúlega auðavíð í landinu og Kongó líka ef þau ná vopnum sínum og geta látið þessa auðliti vinna fyrir landið ég meina Thomas Sankara, hann er alltaf frá Burkina Faso hann var við völd í 4 ár Lumumba var í Kongó þetta er mjög bara blóðadrifin saga og eiginlega allir svona hafa aldrei náð neitt lengur en kannski eitthvað smá tíma en núna náttúrulega hnattræna suðurins að tala um Global South, þeir eru ekki lengur hræddir við þeir óttast ekkit vestuveldin. Frakkarnir eru bara farnir. Mjög áhugavert að sjá Maduro á fundi hann með Traoré í Moskvu. Já, í Moskvu. Og að því maður ímyndar sér einhvern veginn að þetta sé svona, já þetta sé svona, þarna sé sósíalismin einhvern veginn svona og hún sé vaksa hrygg þarna og eins og segir, þeir eru ekki lengur hræddir við vestuveldin. Þetta er svolítið svona, þetta verður þýðingamikið fyrir Suður-Ameríku og Mið-Ameríku. Eflaust, það eru sögur að því þegar að Suður-Afríka var apartheid og þeir voru að véla Namibíu sem er gömul þýsk nýlenda og Suður-Afríka er syðst Afríku, svo kemur Namibíu, svo kemur Angóla og þar var bylting eða vinstri hreyfing og þetta er 70 yfir 80 og þá dæla Bandaríkin peningum CIA í UNITA skæruleiðina svo kölluðu og gerði stærsta jarðsprengjubelti í heimi þarna við landamærin í Namibíu og þá kom Kúba með stuðningi Sovétríkjanna með lofther og ráðgjaf annað og þeir
drógu stríðið á langi svo mikið að Namibía fór eiginlega á hausinn og Suður Afríka var að hætta og það var upphafið endinum af apartheid. Og það er ekkert oft mikið talað þetta og svo náttúrulega fór Angóli að gera það sem að þeir gera í dag. Kannski hafa fjallast þetta en þeir voru líka Che Guevara og þeir voru líka í Kongo. Já. Þannig að það er vissulega tengingarna og ég meina þeir sendu til Angóla, þú veist, ég meina allur austurhluti Kúbu og stórhluti Venezuela og Kólumbíu, þetta er náttúrulega fólk frá Afríku. Þannig að það er tengingarna og ég meina, sko Venezuela er í, Burkina Faso kannski ekki komið með sömu efnahagsþvinganir og annað eins og Venezuela, en þetta er hins vegar bara lönd sem er raun að vera sjálfstæð og nota sínar auðlindir. Það sem að, já, svo annað sko, sem er hægt að nefna í þessu samhengi mitt við þessar sósíalísku þjóðir og þessar sósíalísku blokk sem virðist vera sístækkandi hérna, að það vor, já, svona óstaðfestar heimildir að það hafi flogið kínversk flugvél yfir Gaza núna bara í morgun og hún hafi hent út vistum þar bara í fyrsta sinn í einhverja 60 daga þar sem að komst inn matur á Gaza en þá var það Kína sem að einhvern veginn þetta er auðvitað í alveg svona og í svona global skilningi er þetta auðvitað ákveðið fokkjú bara við Bandaríkin og Ísrael en þetta er alveg ótrúlegt og maður sér sko að því að einmitt að því hún nefndi líka Sovétríkin þetta er svona, þú veist, þegar Sovétríkin sigruðu nasismann og þá maður fyrir sér einhvern veginn að þetta verði kannski, já, aftur sagan endurtaki sig og við eftir að sjá sósíalismar einhvern veginn knésið þetta síonismann og nýfrjálshyggjuna. Já, ég meina, það er við getum bara talað bara NATO og NATO er stofnað þarna eftir seinna stríð sko, það hefur sumir vilja meina að það hefur bara andkommunistist fyrirbæri. Þeir sem voru framkvæmdastjórar fyrstu árin og hafi gegn gangandi verið voru herforingjar sem sagt vestu Þýskalandi frá úr sem sagt bara nasista tímanum sko og þú veist, allt þetta tala að segja eitthvað friðabandalag og svoleiðis. Þetta er alltaf beinst gegn og svo þessir sem að eins og SS Galizien í Úkraínu sem að voru síðan á Remini og breski herinn, hann tók og sett Remini og þeir vissi ekki hvað að gera og þá voru sendið til Kanada og fengu ríkisborgararétt og fengu það starf að vinna gegn verkalýðshreyfingunni í landinu og það er sama og Bandaríkin gerði líka við mikið af SS-fóringjum í Suður Ameríku Operation Paperclip og þetta vinnur alltaf gegn ímynduðum svo við getum deilt það hvort það hefur komið kommunismi í Sovétríkjunum en það er greinilega mesta ógnin að fólk standi saman og vinni saman og já, það er kannski það sem við sjáum gerast núna, ég meina ef löndin fann að tengjast þvert á heimsálfur án aðkomu vesturveldana og þeir hafa ekkert að segja og að tapa nýlendunum, að tapa aðgangi að auðlindunum í Afríku og Suður Ameríku. Þetta er alltaf fyrir að vera meira og meira desperat. Við sjáum það bara alltaf eins og með þetta í El Salvador, Ecuador og Argentínu. Það er Já, maður sér líka hvernig Bandaríkin eru farin einhvern veginn að svona herða svona, ég veit ekki, svona klærnar einhvern veginn í Suður Ameríku og ég meina í Mexíkó. Það sem að ég tók eftir því að hún forsetinn þeirra, Claudia Sheinbaum, akkurat, hún var komin í mál við Google sem var búið að breyta þarna Gulf of Mexico í Gulf of America, eða ekki? Sem eru svolítið áhugavert mitt, hún einhvern veginn ætlar að standa einu upp í hárunni á Silicon Valley gæjunum sem eru einhvern veginn með Bandaríkjunum. Þetta er orðið svona þú veist, þó þetta séu ekki stríð með fallbyssum, þá er þetta einhvern veginn orðið svona hugmyndafræðilegt internet og svona bara svona, hugmyndafræðilegt stríð, sko. Þetta er virkilega áhugavert að fylgjast með henni. Það er líka, það er einn New Atlas sem getur fundið á Telegram og YouTube og þetta, Brian Berletic sem er fyrir bandarísku hermaður býr í Tælandi og greinir þetta. Hann talar að mikilvægasta er upplýsingarýmið. Og lönd sem nefnir Tæland eða Kína eða Rússland, það sem að
þessum aðilum Google, Amazon og öllum þeim útilokað að komast inn í upplýsingarýmið. Það eru samfélagsmiðlar en þeir eru þess lendir, þeir eru ekki på Bandaríkjunum. Af því að strax og það gerist, eins og YouTube eða eitthvað annað, þá fylgir með ákveðin upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað sem að... Já, fylgis og líka þessi gagnasöfnun, það er rauninni af því að það sem þeir vita, þessir gæjar sem eru núna bara á góðri leið með að taka og sölsa undir þessi Bandaríkin, það eru þessir Kísildalskallar þannig og ég meina það sem þeir vita er að upplýsingar eru völd, sko. Því meiri upplýsingar sem þú hefur fólk, því meiri völd hefur yfir því og það er í rauninni það sem að þeir hafa verið að gera bara markvisst í, þú veist, eitthvað 20 ár. Það er bara að safna á okkur öll. Claudia Sheinbaum hefur bara styrkt stöðu sína sem forseti í Mexíkó. Hún er komin upp í 84% stuðning í kosningakönnunum. Er hún ekki bara, þú veist, nokkuð flottur fulltrúi? Jú, hún í rauninni kemur úr sama ranni og AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sem að tókuði langan tíma að komast inn í kerfið, þeir unnu sem sagt forsetasætið eftir 3 tilraunir, 3. tilraun, og hún tekur við að því og hún hefur frá því hún tók við lagt áherslur á frumbyggja konur og hún talar það er náttúrulega mjög sterk þjóðerniskennd hjá Mexíkonum og fólk kannski áttar sig ekki á því. Og allt sem við höfum séð frá Bandaríkjum, bara frá því að maður sá Simpsons og svona eitthvað, það er alltaf verið að gera grín af Mexíkó sé eitthvað asnalegt og eitthvað. Já, svo er svolítið svona óæðra, sko, þetta er svolítið svona sjoppulegt. Þeir eru fullir og þeir eru með stóra hatta og þeir kunni ekki neitt. En Mexíkó er sko rúmlega 100 miljón manns og þetta þeir geta framleitt allt. Þeir eru með olíu, þeir eru með kol, þeir geta verið sjálfur sem nægir. Þeir eru næstasta land í heimi með silfur til dæmis. Og það að kalla Mexíkóflóa eitthvað annað, það er alltaf bara eitthvað bull, þú veist, þetta alltaf var bara eitthvað svona flip til þess að espa fólku upp og líka það sem var núna með fyrst með þessa tollastríði sem var féll niður að því að þú veist, ég meina það Bandaríkin er ekki mikið funksjónal, sko. Nei, Bandaríkin eiga bílavesmiður í Mexíkó og hvað ætlaði að gera? Þetta 50% tolla á bandaríska bíla sem eru að flytja inn til Bandaríkjana. Og síðan var eitthvað Trump að segist vilja senda hermenn og eitthvað og þetta með þessa glæpagengi og eiturlyf og smygl og eitthvað svoleiðis. Sko, eiturlyfin eru þangað til þau fara yfir landamærin, þau eru komin inn til Bandaríkjana. Það er síðast í spölunum það sem er verið að verðmætast. Þannig að það er myndi að tala það eins og með Mexíkó var afþakka allt þetta. Þeir náttúrulega það var Calderón sem var forseti og þá var þetta stríð gegn eiturlyfjum. Sem leiddi til þess að þá komu bara Bandaríkin inn og bara létu fólk marín fólkungulegan Mexíkó bara breytaði döðasveitir, bara tóku fólk að lífi sem að voru þá væntanlega glæpagengi eða eitthvað. En þetta er svona fyrirsláttur af því að þú veist, ef það væri ekki eftirspurn eftir þessum eiturlyfjum í Bandaríkjunum, þá væri þetta ekki mál. Þetta er einmitt það. Við erum svona, þú veist, þetta er svona lenska í vestrænni pólitík. Og kenna einhverju annarri þjóðum þetta. Þetta er nefnilega það, sko. Að vera alltaf plástra, eitthvað svona, þú veist, gott dæmi nákvæmlega þetta er til dæmis allir rasistarnir sem að þykjast ekki vera rasistar þessa dagana. Hafa berið þær hag íslenskra kvenna svo mikið og sterkt fyrir brjósti. Já, allt í einu. Að þeir eru farin að hatast út í innflytjendur og múslima sérstaklega vegna þess að þeir eru svo hættulegur íslenskum konum. Að því íslenska konur geta orðið fyrir ofbeldi. Það verður ekki ofbeldi nema höndum útlendinga. Einmitt, og þú veist, eða þá að þú veist, það séu bara íslenski kallar sem með konur eða eitthvað, ég veit ekki. Þú veist, þetta er virkar þannig og ég man ekki eftir að hafa séð þetta fólk einhvern veginn í druslugöngunni eða... Nei, okkur allt í einu núna, þú veist, sko, ef við líka bara tökum Ísland og réttarkerfið, þetta er alltaf allt gegn í rauninni þolendum. Þú veist, ástæðan fyrir það svo fáið sem kæra og þeir sem kæra loksins tekið fyrir og þá loksins kemst í gegn og þú veist, þetta er rauninni bara gert
til þess að fólk gera það ekki. Þannig að þau getur bara byrjað, ef þetta er svona rosalega anti-íslenskar konur og bara Íslendinga yfir höfuð og Íslands samfélag, þá getur bara byrjað á því að bara krefast þess að bæði að dómari séu ekki pólitískir eins og í Hæstarétti og annað. Og Sigríður á ekki að þingja Andersen og fleiri geti ekki komið inn og bara eyðilagt dómstig eins og Landsrétt og að það fari fjármagn í þennan málaflokk. Já, ég meina, maður átti að segja á því auðvitað að það er, þú veist, það er þetta með hann segir, hún segir, sko. Borgin orði, já. Og það er ýmislegt, þú veist, það er auðvitað, þú veist, vandamál að einhvern veginn þurfa að sanna þú hafa orðið fyrir glæp sko, í þessu tilfelli allavega þó að það ætti en maður auðvitað vill heldur ekki snúa því við sko, því að það gengur ekki, það myndi einhvern veginn þurfa að ganga yfir allt þá og þú veist þannig að við séum ekki komið með eitthvað svona sérstakann rétt í að vinna úr þessum málum þá í bara með sérfræðingum og fagaðilum sem að þú veist getur bara nei bara að Breitlandi er með fjölskyldudómstóla og þeir taka utan svona, þú veist, heimilisofbeldi og annað sem er auðvitað, þú veist, þetta er bara það er miklu minni batteri og það eru svona fagaðilar sem að vinna að því að fá vitnisburði og annað og þannig að það ég get svo sem tala endalast það en það er auðvitað líka að því að við erum komin hingað heim, við erum svona alveg stökkum vítt og breytt heiminn í dag. Það er auðvitað ennþá mikið að Venesúelum hér en það hefur farið ansi mikið og harkalega fyrir því að það sé verið að brottvísa þessu fólki. Það er að senda á landi. Já. Og ert þú í sambandi við eitthvað af samfélaginu, Venesúela samfélaginu hérna á Íslandi? Nei, ég man bara eftir þegar að einu sinni var Reykjavíkurborg með fjölmenningadag fyrir sko, ég man ekki, það er örugglega næstu áratugur síðan. Þá var niðri í Ráðhúsi, þá voru sem sagt vinandi félagsins Kúbu, Vík og svo var Básilheiðina og fólk úr Venesúela þar. Nei, ég er ekki í sambandi við það en þetta er náttúrulega 2014 eitthvað svoleiðis þegar Guðlaugur Þór utanríkisráðherra og svo er það Jón Gunnarsson sem að bara núna fyrir hvað eru komin 4 ár síðan að hann opnaði landamærin fyrir efnahagsflóttamenn frá Venesúela því að hann sá fyrir sér að búa til svona nýjan bara mjög hægri sinnaðan hóp andsósíalískan hóp innflytjenda þetta er taktískt, ég meina þetta þekkist. Já, þetta er það sem er gert hérna heima, það er að þeir fá hæli sem eru sjáu hvað hræðilegt, þeir eru að flýja sósíalismann, þeir eru að flýja vinstristefnu, þeir eru eins og frá Víetnam sem voru meira að meina Han-Kínverjar sem að sko, Kína reyndi að stjórna Víetnam í 1000 ár, þeir gátu það ekki og keisaraveldi á þeim tíma náttúrulega það var ekki bara eitt sem var eitthvað hýttur en þeir bara drápa alla fjölskylduna þeir bara þurrkuðu út þennan legg og þeir komu hingað Han-Kínverjarnir, það er alltaf frá hræðilega kommunista Víetnam sko og svo Úkraínu menninir sem að sumir fara heim til sín í sumarfríi, það var alveg eftir fyrsta árið, þeir voru það miklu flóttamenn að þeir voru að skreppa heim í sumarfríi. Og þetta þekkist ekki neinstar annarstara því að það eru dvalarleyfi eru tekin af fólki leið og það fer aftur heim en þá víst ekki við Úkraínu fólk en ég þekki líka með fullri virðingu fyrir því fólki sem kemur frá Úkraínu og vil búa hér þá mér finnst ekki það bara æðislegt og held með þeim öllum innflytjendum sem að vilja hér vera. Það ætti þá að vera bara rétt, þeir búið að bjóða þessum fólki frá Venesúela að vera hérna, hversu ekki bara leyfa þeim að vera hérna. Það er einmitt málið sko, en svo það er vegna þess að það var nú reynda að sagða að þau fóru eiginlega öll að vinna hérna hjá skúringafyrirtæki Pabba Bjarna Ben og það var svo illa að fara með þau þar að þau svona runnaðu 2 grímur þau áttu að segja á því að óvinnurinn væri kannski ekki sósíalismin, heldur væri það kannski bara eitthvað svona einræðsherrar og peningaöfl. Já, sko að því að megna þessu fólki er örugglega bara þú veist, það er bara vinnilegt fólk. Til að geta keypt flugmiða og svoleiðis, þá náttúrulega þarf það að vera með tekjur eða í stétt, sko, en svo náttúrulega voru einhverjir sem stofnuðu ferðaskrifstofu hérna, þá rauninni bara gerðu fólki það kleift. Og það er í gangi í Venesúela er í gangi Vuelta a la Patria, sem að snúa heim til föðurlandsins og þeir hafa að taka við frá Bandaríkjunum með mitt líka
Þannig að fólk, sko, það svo svakalegar efnaðasþvinganir að það rauninni, þú veist, eins og Kúba til dæmis og Nicaragua, það kannski best dæmin í Suður-Ameríku, en fólk hefur farið, sko, fyrst ferðan til Kólumbíu eða Brasilíu eða Perú eða Ekvador og svo lenti það í áföllum þar eða í árásum eða eitthvað xenofóbíu og kom aftur og já, það er nú bara dæmi, bæði kona ung móðir frá Venezuela og önnur frá Kúbu sem að var verið að brottvísa þeim frá Bandaríkjunum sem búin að búa þar eitthvað tíma og börnum voru tekin af þeim. Þessi 2 ára dóttir og hún svo sendi í Venezuela og þau voru núna á 1. maí einmitt og það var móðirinn og móðir hennar sem sagt að krefjast þess að fá dótturinn aftur. Við hefum nú ekki séð kannski svona dæmi en þetta er hluti af, þú veist, þegar hvað var þetta, 1400 Venezuela búið sem kom hingað, sko? Já, þetta var eitthvað svoleiðis. Þetta er svo sem enginn gríðarlegur fjöldi en þetta var svolítið svona, þú veist, svona miðað við að það eru venjulega þetta 200-400 flóttamenn sem að svona sækja hér hæli á hverju ári áður fyrir Venezuela, sko. Og að það allt í einu fór talan upp í, sko, með Úkraínu og Venezuela fór hann upp í 3000. Já, líka því þið settu þetta allt í sama, sko, hælisleitendur, flóttamenn og útlendingar sem leita atvinnu, þú veist, og dvalarleyfi. Ég mitt utan Schengen. Já, þá náttúrulega þetta kerfi, kannski var það ætlun til að geta sagt bara, sjá, það allt í klausu, hvernig út í kerfið og hver bauðum hingað og þú veist, það bara og svo breyta lögunum og búið til flöskuhálsa og þetta er bara svona, það er svona sem að maður býr til rasista til dæmis. Já. Ég held að sé, sko, því miður, sko, það er alltaf byggt inn í kapitalíska kerfið er rasismi, það er alltaf að vera að flokka fólk, þú veist, þú ert kiðfættur og þú ert með freknur og þannig að þá ertu, þú veist, eitthvað sem ég get, arðrænt og tala niður til og þetta byggist alltaf upp á að varpa frá sér, þú veist, rauninni finna aðalega sem þjóna þínum hagsmunum og það er við erum kannski bara að sjá líka annars með þetta með hvað þetta fréttin.is og þetta þú veist, það er einhver aðalega sem að sjá tilgangið því að búa þetta til þegar það hleypa þessu upp en það er miklu grinnra á þessu heldur en okkur grunnar í Íslandi, sko. Já, ég held að ég hef svona aðeins verið að fylgjast með þessum hóp og svona, þetta eru kannski 20 mannskir sem að hafa sér svona mest í frammi þó að það séu þannig einhverjir viðhlægendur og svona þá held ég að, þú veist, einmitt eins og segir, það sé frekar grunnt á þessu. En sem komið en það maður auðvitað hefur fylgst með þessi svona úr fjarlæði einmitt í Bandaríkjunum og þú veist á þessum stöðum þar sem og bara í Evrópu þar sem að uppgangur fasismans er náttúrulega bara með einhverjum svona stórkostlegum hraða. Við erum alltaf aðeins eftir á hérna. Já. Þannig að við erum með og það eru sko allar varúðarbjöllurnar eru einhvern veginn svona komnar í gang, sko og að ef að við gætum ekki að okkur þá náttúrulega bara lendum við á sama stað og bara Ítalía eða Já, ég það bara, þú veist, Bretar og hollendingar þjóðverðir og ég meina, þetta er bara... Já, náttúrulega, hefðbundna vinstri eða þessi vinstri kratar eða þetta, þú veist, það einhvern veginn varð mesta róttæknin og sem að samt alltaf tekur vel í borgarleg gildi, hernabandalög og hver komið þá við staðina, þú veist, AFD eða einhverju svona miðja hægri flokkar. Sem að hafa leyfi til að starfa, þú veist, þeir en náttúrulega það sem að, þú veist, kemur svo í ljós eins og Bandaríkjunum voru að nota Þýskaland sem hýsil til að flytja út, þú veist, næstæsti vopna útlendingin eftir Bandaríkjunum var Þýskaland, til dæmis eins og vopn til Úkraínu eða til Ísrael. Þannig að það að með ekki bera Palestínu klút eða fara í mótmæli eða eitthvað, þú veist, að bara horfa upp á þetta ofbeldi sem verður að beita óbreytta borgara, óvopnaða borgara, sko, þú veist, og 1. maí-göngur. Einmitt. Þetta er áhyggjuefni, sko, og maður sér að því að einmitt
maður fylgist með þessari samræðu svona á internetinu eins og segir þessu hérna opna rými þá erum við svona það eru vísbendingar það við séum einhvern veginn á leiðinni í sömu átt ef ekkert verður gerst. Já, ef að núverandi ríkisstjórn finnst það að vera bara mest merkilegt í heimi að Evrópusambandið og NATO sé bara, þú veist, á Bandaríkin og ekki segja neitt við allt sem í gangi þar, þetta bara, það sé fyrirmyndina, þá greinlega erum við að fara á sama stað. Eyjólfur, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða svona veröldina og sósíalismann við mig. Það er alltaf gott að fá þig. Takk fyrir að koma. Bara vonandi sem fyrst og tókið við því að það er meira hér að handan við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is